Í þessu sýndæmi með tvö kúpluefnahvörf, það er að segja annars vegar að A plus B er jafnvægi C plus D og svo hins vegar D er jafnvægi við E. Og þegar 1 mól A og 1 mól B blanda saman í eins lítur íláti og lyfta ná jafnvægi, þá mælir styrkur C vera 0,3 mól per lítra og styrkur E er 0,1 mól per lítra. Og við ætlum að finna KC1, KC2, þess að jafnvægisfastan fyrir þetta jafnvægi, jafnvægisfastan fyrir þetta jafnvægi og svo heildarjafnvægisfastan fyrir kúplaða efnahvarfið. Það fyrsta sem ég þarf þá að gera er að byrja því að sjá að ef ég er með þeir A plus B, það er jafnvægi við C plus D og í upphafi þá erum við 1 mól af A og 1 mól af B, ekkert af C og ekkert af D. Síðan á sér stað eitthvað breyting og í lokin þá veit ég er komið 0,3 mól af C og þá væntanlega hlýt ég að vera með jafnmörg mól af D með þess að breytingin hér yfir plus 0,3 hér sem þýðir þá að hún hlýtur að mínus 0,3 hér, mínus 0,3 hér og líka plus 0,3 hérna þar sem að breytingin hér gerist í hlutföllunum hér 1 á móti 1 alls staðar. Og í lokinni þá er komið 0,7 af þessu, 0,7 af þessu, 0,3 af þessu og 0,3 af þessu. Ég get samt ekki rókið til núna að fundið KC-gildi fyrir þetta hér í jafnvægi vegna þess að mér vantar að átta mig á því hvort að eitthvað magn af D hafi farið yfir í E. Og ég þarf þá að skoða þetta jafnvægi hér, þar sem að D er jafnvægi við E og ég lít þannig á það að fyrst gerist þetta hér jafnvægi að fullu, þannig ég er þá með 0,3 af því í upphafi og ekkert af þessum og breytingin hér hlýtur þá að vera hver, jú, í lokin af E er ég með 0,1 þannig að breytingin hér er plus 0,1 og hann þá mínus 0,1 hér þannig ég lokin með 0,2 af D og 0,1 af E. Það er ég búinn að finna loka mólmagnið af öllum þáttunum þegar að jafnvægi hefur verið náð og þá þarf ég bara einfaldlega að finna núna KC1 en það er styrkurinn af D sem er styrkurinn af C deilt með styrkurinn af B sem er styrkurinn af A sem er þá hér 0,2 sem er 0,3 deilt með 0,7 sem er 0,7 og þetta gefur mig þá 0,122 og KC2 hlýtur þá bara einfaldlega að vera styrkurinn af E deilt með styrkurinn af D og það er þá 0,1 deilt með 0,2 sem er þá 0,5 og K-total er jafnt á KC1 sinnum KC2 þar sem að í kúpluðum hvörfum þá er heildarjafnvægisfastinn alltaf margfeldi af jafnvægisföstunum og það gefur mig þá 0,122 sinnum 0,5 sem er þá 0,612 og þar með þessu dæmi lokið þó að strangt til geti svarið kannski hér af 0,61 eingöngu sem ég hefur raun að veru bara nákvæmni upp á 2 stafi. Ef ég væri hins vegar með sambærileg dæmi þar sem rúmmálið væri eitthvað annað þá þyrfti ég að byrja á því að gera nákvæmlega sama og ég gerði hér fyrir jafnvægið milli A plus B og C plus D og svo jafnvægið milli D og E en ég þyrfti að bæta við lið hér fyrir neðan þar sem ég myndi finna hver jafnvægisstyrkurinn væri þá í lokin þar sem við þurfum alltaf að muna það að efnahvörfin sjálf þau gerast í mólhlutföllum meðan að jafnvægið reiknast út frá mólstyrk.